Þórey Edda Elísdóttir varð í 5. sæti í stangarstökki á Ólympíuleikunum í Aþenu í kvöld og rússneska stúlkan Jelena Isinbayeva varð ólympíumeistari og setti nýtt heimsmet. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra undrast að umfjöllun stöðu kvenna í þingflokki Framsóknarflokksins snúist eingöngu konur á suðvesturhorninu. Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, segist hafa mjög mikinn áhuga á vetnisframleiðslu Íslendinga og telur að vetnið sé framtíðarorkugjafi. Gott kvöld, nú hefjast seinni fréttir sjónvarpsins þriðjudaginn 24. ágúst. Þórey Edda Elísdóttir varð í 5. sæti í stangarstökki á Ólympíuleikunum í Aþenu í kvöld. Hún lyfti sér yfir 4,55 metra. Koma svo Þórey, koma svo. Bandarískur háskólameistari Þórey. Og yfir, yes! Já! Fór yfir! Þórey Edda Elísdóttir er komin yfir og hún er í baráttu þeirra bestu. Fjórða sæti! Þegar þarna var komið sögu var Þórey Edda í 4. sæti keppninnar. 5 stúlkur voru enn með í baráttinu og reyndu við 4,65 metra og það hefði verið nýtt Íslands- og Norðurlandamet hjá Þórey Eddu. Hún felldi hins vegar þá hæð tvívegis og reyndi því við 4,70 metra sem hefði jafnvel dugað henni í bronssæti. Hér kemur Þórey Edda. 1, 2 og yfir með. Jæja, en 5. sæti. Þórey Edda Elísdóttir endar í 5. sæti í stangarstökki Ólympíuleikanna. Frábær árangur hjá henni. Bara Hún fer töluvert upp fyrir stöðu sína á heimslistanum og þetta er stórkostlegur árangur. Já, sannlega frábært hjá Þórey Eddu. Hún var 5. en 3. var pólska stúlkan Anna Rogowska og eins og við var búið stóð baráttunum gullið á milli rússnesku stúlknanna Svetlanu Feofanovu og Jelenu Isinbayevu. Og það fór svo að Isinbayeva sigraði, hún gerði gott betur því að hún setti nýtt heimsmet 4,91 metri. Glæsilegt stökk hjá þessari rússnesku stúlku en við förum betur yfir stangarstökkskeppni kvenna í Ólympíukvöldi sem hefst hér strax að loknum fréttum. Og kannski rétt að benda á það að það verður viðtal við Þórey Eddu í Ólympíukvöldinu. Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sendir flokkssystrum sínum tóninn í pistli á heimasíðu sinni valgerður.is í dag. Hún segir umræðuna snúast eingöngu konur á suðvesturhorninu. Í pistlinum sem ber yfirskriftina Kæru systur rekur Valgerður pólitískan feril sinn allt frá því hún tók fyrst sæti á framboðslista Framsóknarflokksins í Norðurlandi eystra fyrir sléttum 30 árum. Leið rekur hún sögu kvenna í þingliði flokksins á sama tímabili og segir meðal annars: Þegar á heildina er litið þá hefur Framsóknarflokkurinn gengið lengra í jafnréttisátt en nokkur annar flokkur á þessum 17 árum síðan ég var kjörinn á þing. Þetta hefur allt gerst undir forystu Halldórs Ásgrímssonar sem nú er úthrópaður fyrir að vera lýðræðislega þenkjandi á móti framgangi kvenna og staddur í fílabeinsturni. Miðað við viðtal við fyrrverandi formann kjördæmissambands Reykjaneskjördæmis þá var tíminn annar þegar Steingrímur Hermannsson var formaður. Engin tölfræði styður slíkar fullyrðingar. Valgerður segir þó að vissulega sé það bakslag að framsóknarkonum í ráðherrastólum fækki á skömmum tíma úr 3 í 1 og hún skrifar: Það gefur hins vegar ekki tilefni til þeirrar umfjöllunar sem sumar konur í flokknum hafa staðið fyrir síðustu daga. Það er sjálfsagt að halda til haga samþykktum flokksins í jafnréttismálum, láta til sín heyra og skamma þingflokkin og formanninn dálítið hressilega einu sinni en ekki í heila viku eða meira. Þá segist Valgerður undrast að viðbrögð umræddra framsóknarkvenna virðist eingöngu snúast konurnar sem séu þingmenn kjördæmanna á suðvesturhorninu. Bendir hún á að ekki hafa orðið sama fár þegar sú saga komst á kreik í sumar að hún væri útleið úr pólitík þrátt fyrir að þá hefði aðeins verið einn kvenráðherra eftir í flokknum. Sif Friðleifsdóttir. Frá og með 1. nóvember næstkomandi verða sjónvarpsútsendingar allra stöðva í eigu Íslenska útvarpsfélagsins stafrænar á Faxaflóasvæðinu. Stefnt er að því að 95% sjónvarpsáhorfenda nái stafrænum útsendingum félagsins í náinni framtíð. Þann 1. nóvember hefjast stafrænar sjónvarpsútsendingar Íslenska útvarpsfélagsins í gegnum dreifikerfi sem hlotið hefur heitið Digital Ísland. Samkvæmt tilkynningu frá félaginu hefur undirbúningur og þróun staðið yfir í á 3. ár.
Frá og með 1. nóvember verða Stöð 2, Stöð 2 Plus, Bíórásin og Pop TV allar sendar út stafrænt og samhliða verður erlendum sjónvarpsstöðum sem Íslenska útvarpsfélagið býður upp á fjölgað úr 14 í 40. Í fyrsta áfanga munu stafrænar útsendingar nást Faxaflóasvæðið frá Akranesi til Reykjanes en í öðrum áfanga Digital Íslands stefnt að því að ná til 95% heimila landsins. Í fréttatilkynningu Íslenska útvarpsfélagsins segir að farið verði í þann áfanga leið og Póst- og fjarskiptastofnun heimili Íslenska útvarpsfélaginu að gera dreifikerfi sínar stafrænt. Þar segir einnig að með nýja dreifikerfinu aukist gæði útsendingar og myndtruflanir hverfi. Bill og Hillary Clinton fóru af landi brott í kvöld. Þau dvöldu góða stund með forsetahjónunum Ólafi Ragnari Grímssyni og Dorrit Moussaieff. Þaðan lá leiðin á fund utanríkisráðherra Halldórs Ásgrímssonar. Bill og Hillary Clinton fengu óvænta heimsókn þegar þau voru á Bessastöðum hjá forsetahjónunum. Sjafnar Gunnarsson, nemandi í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, færði Bill Clinton mynd sem hann augljóslega kunna að meta. Sjafnar með einhverfu og á sér sérstakt áhugamál sem eru forseta Bandaríkjanna og þá sérstaklega Bill Clinton sem hann kann góð skil á og hefur lesið hann á netinu. Sjafnar kom með eintak af ævisögu Clintons á fundin sem hann áritaði. Sjafnar getur tjáð sig mjög vel og ræddi við Clinton góða stund. Það var augljóst að Clinton hreifst af stráknum sem á 19 ára afmæli í dag. Eftir fundin á Bessastöðum lá leiðin í ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu til fundar við Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra. Clinton ræddi drjúga stund við utanríkisráðherra. We basically talked about energy again. I told him, how impressed I was by what Hillary had learned about the work that you're doing on geothermal and other things. I'm obsessed with this project. I'm trying to change American policy toward energy. I'm just a citizen now, but I'm doing my best. And I worked hard on the Kyoto Accord. I agree with it. I think America should move out of an oil and coal-based economy to a clean energy economy. So I think Iceland can really help lead the world toward that future. Hillary Clinton þingmaður fyrir New York og hún býður alla velkomna þangað líka flokksþing repúblikana. I hope they spend time and money in the city. Já, við verðum að biðjast velvirðingar á því að textan vantaði þarna. Við ætlum að kippa því í liðinn og sýna fréttina aðeins síðar í fréttatímanum með texta á öllu viðtalinu við Hillary og Bill Clinton. En átakið Veljum íslenskt hófst formlega í dag í höfuðstöðvum mjólkursamsölunnar í Reykjavík. Markmið þess að vekja Íslendinga til vitundar mikilvægi íslenskrar framleiðslu fyrir atvinnu og verðmætasköpun í landinu. Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og flokksbróðir hennar, Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra, hrintu átakinu af stað en að því standa samtök iðnaðarins, Bændasamtök Íslands og aðildarfélög þeirra og Alþýðusamband Íslands og aðildarfélög. Og þá ætlum við að sýna fréttina Hillary og Bill Clinton aftur og nú á textarinn vera komin í lag. Bill og Hillary Clinton fengu óvænta heimsókn þegar þau voru á Bessastöðum hjá forsetahjónunum. Sjafnar Gunnarsson, nemandi í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, færði Bill Clinton mynd sem hann augljóslega kunna að meta. Sjafnar með einhverfu og á sér sérstakt áhugamál sem eru forseta Bandaríkjanna og þá sérstaklega Bill Clinton sem hann kann góð skil á og hefur lesið hann á netinu. Sjafnar kom með eintak af ævisögu Clintons á fundin sem hann áritaði. Sjafnar getur tjáð sig mjög vel og ræddi við Clinton góða stund. Það var augljóst að Clinton hreifst af stráknum sem á 19 ára afmæli í dag. Eftir fundin á Bessastöðum lá leiðin í ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu til fundar við Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra. Clinton ræddi drjúga stund við utanríkisráðherra. We basically talked about energy again. I told him, how impressed I was by what Hillary had learned about the work that you're doing on geothermal and other things. I'm obsessed with this project. I'm trying to change American policy toward energy. I'm just a citizen now, but I'm doing my best. And I worked hard on the Kyoto Accord. I agree with it. I think America should move out of an oil and coal-based economy to a clean energy economy. So I think Iceland can really help lead the world toward that future. Hillary Clinton þingmaður fyrir New York og hún býður alla velkomna þangað líka flokksþing repúblikana. I hope they spend time and money in the city. I hope they learn to love New York as anyone who
comes there does. So I welcome them to New York. Með í fylgdarliði Clinton hjónana voru á annan tug lífvarða en einnig blaðafulltrúi hans sem hefur starfað með honum frá því að hann varð forseti. It's been a fairly brief visit, but a very enjoyable one for the president. He's been here a number of times over the years, going back more than 30 years when he was a young man traveling to school in England. He would occasionally stop here along the way. But this was a particularly enjoyable visit for him. He had a chance to link up with his wife, Senator Clinton. They're going to be off to Ireland tonight together, and he got a chance to do some sightseeing and some shopping, as well as some meetings with the leaders of the country, and so he enjoyed every aspect of it. Clinton hjólin halda héðan beint út á flugvöll þar sem þau taka einkavél og eru núna á leið til Írlands. Bill Clinton hefur áritað 40.000 eintök af ævisögu sinni. Í næsta mánuði förinni heitið til Asíulanda þar sem hann ætlar að kynna ævisöguna. Tæplega 2 milljónir eintaka hafa selst af ævisögu Bill Clintons. Gömul hljóðdufl herveldana gætu komið íslenskum hvalaskoðunarbátum að gagni við að finna stórhveli. Slíkur búnaður notaður í rannsóknarskútu á Íslandsmiðum. Skútan hér í jómfrúrferð sinni. Hún 70 feta löng, búin dýrum tölvubúnaði og öðrum rannsóknartækjum. 5 vísindamenn eru borð auk 3 manna áhafnar. Meginmarkmiðið að taka upp hljóð búrhvals og ekki síður steypireyðar, stærstu skepnu jarðar. Til þess eru meðal annars notuð gömul hljóðdufl frá breska hernum og hér undir heyrum við hljóð í búrhvölum sem tekin voru upp við Grímsey á dögunum. Fáar steypireyðar hafa orðið á vegi vísindafólksins hingað til, en mikilvægum gögnum hefur verið safnað ýmsar aðrar hvalategundir, til dæmis búrhvalina við Grímsey, sem þykja halda sig á mun minna dýpi en gengur og gerist. Kannski þarna komið tækifæri fyrir hvalaskoðunarfyrirtækin að miða stórhveli út með hljóðum, leyfa fólki að hlusta og vera svo á réttum stað þegar dýrin koma úr kafi. That would be an interesting experience for people to see sperm whales because they are the largest toothed animal in the world on Earth, and they're remarkable animals to see. And in Iceland, they're all males, so they're very large animals, and they're with the right equipment, they're very easy to find. And although it's a long way from Húsavík, there might be opportunities for the whale watchers from Húsavík either to perhaps base a boat from Grímsey or to do a long trip out from Húsavík. So that's quite interesting, and hopefully it will allow some people to do some research. We've had a number of Icelandic researchers and students on the boat with us, so we've been training them in the techniques of acoustics, so hopefully they'll be able to use those techniques and perhaps search for sperm whales on whale watching operations. Samgönguráðherrar Norðurlandanna þinguðu á Egilsstöðum í gær. Umferðaröryggismál voru í deiglunni. Ráðherrarnir sátu ekki bara á fundum, heldur fóru þeir og skoðuðu framkvæmdir við Fáskrúðsfjarðargöng og við Kárahnjúka. Megin viðfangsefni ráðherrafundarins var þó umferðaröryggi á Norðurlöndunum. Það má segja að það sé aðallega þrennt. Í fyrsta lagi að draga úr umferðarhraðanum. Það sammerkt á öllum Norðurlöndunum að umferðarhraðin veldur miklum hluta af þeim slysum. Notkun bílbelta sama vandamál. Bílbelti eru ekki notuð í mjög mörgum tilvikum þegar verða slys og síðan ölvunarakstur. Þetta gildir öll Norðurlöndin og við ætlum að skera upp herur sameiginlega og leggja ráðum það hvaða aðferðum við eigum að beita til þess að ná árangri í því að draga úr slysum. Sturla segir löggæslumál skipta þarna miklu máli því lög séu brotin í þessum tilfellum. Hann vill auka umferðareftirlit og gera ökumenn ábyrgari. En geta Íslendingar lært eitthvað af hinum Norðurlandaþjóðunum í sambandi við umferðaröryggismál? Já, að sjálfsögðu. Norðurlandaþjóðirnar hafa verið að ná heilmiklum árangri. Svíar hafa lagt á ráðinu svokallaða nullvísjón sem gengur út frá þeirri hugmyndafræði að það sé ekki ásættanlegt eins og ég hef orðað að það verði slys í umferðinni. Norðurlandaþjóðirnar hafa lagt mikla áherslu á umferðaröryggismál. Samgönguráðuneytið íslenska núna komið með þessi mál á sína könnu. Þannig að þetta fyrsti fundurinn, sameiginlegi fundur ráðherra samgöngumála á Norðurlöndum þar sem að allar þjóðirnar að fjalla umferðaröryggismál.
Viðskipti í Kauphöllinni ná alls rúmum 18 milljörðum króna í dag. Úrvalsvísitalan hækkaði 2,3% og er nú 3.317 stig. FTSE-vísitalan hækkaði 0,1% í dag, Dow Jones hækkaði 0,2% en Nasdaq lækkaði 0,1%. Gengisvísitalan hækkaði í dag 0,3% og þá hefur krónan veikst sem því nemur. Dalurinn styrktist og var í lok dagsins rúmar 72 krónur. Evran styrktist einnig og var rúmar 87 krónur. En pundið veiktist og var rúmar 129 krónur í lok dagsins. Og helstu fréttir okkar klukkan 7 við sögðum frá því að Bill Clinton, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, fór til Þingvalla í dag, heimsótti forseta Íslands, forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Bandaríkjamenn geta tekið sér margt til fyrirmyndar af því sem Íslendingar gera í orku- og umhverfismálum, sagði Hillary Clinton í heimsókn sinni í dag. Siv Friðleifsdóttir naut ekki nægilegs trausts í Framsóknarflokknum til að halda ráðherrastóli sínum að mati varaþingmanns flokksins. Félagsmálaráðherra fagnar samkeppni bankana við Íbúðalánasjóð. Allir bankarnir og Spron bjóða nú fasteignalán á sömu vöxtum. Kennarar segja önnur mál brýnni en að stytta nám í framhaldsskólum. Frumvarp það er væntanlegt á haustþingi. Og við ræddum í fréttatímanum við íslenska konu sem vinnur að samhæfingu hjálparstarfs í Írak. Það má segja að áhorfendur í fimleikahöllinni í gærkvöld hafi gert uppreisn gegn dómurunum þegar æfingar á svifrá á Ólympíuleikunum stóðu sem hæst. Og Rússinn Alexei Nemov sýndi góða takta á svifráni en hann varð ólympíumeistari árið 2000 og er í miklu uppáhaldi hjá fimleikafólki. Hann fékk 9,725 í einkunn sem var þá lægsta einkunn dagsins. Áhorfendur í höllinni risu í kjölfarið úr sætum sínum og bauluðu á dómarana. Bandaríkjamaðurinn Paul Hamm fékk engan frið til að hefja sínar æfingar og það fór svo að dómararnir fóru betur yfir einkunn Nemov og svo hækkuðu hann upp í 9,762. Ekki tók betra við þegar Hamm fékk einkunnina 9,812 fyrir sínar æfingar og töldu margir að þarna væri greinilega verið að mismuna mönnum. Mikil umræða hefur skapast dómgæslu í fimleikum og Ólympíuleikunum, sérstaklega eftir að afdrifarík mistök í fjölþraut karla urðu til þess að kóruumaðurinn Yang Tae-yong misti af gullverðlaunum. Einn dómarinn á svifráni í gær var Íslendingurinn Björn Magnús Tómasson en hann telur ekki að dómararnir hafi gert mistök. En hver er þá skýringin á því að áhorfendur og dómarar voru jafn ósammála í gær og raun bar vitni? Já, það sé ekki bara kóngurinn Nemo. Það hafi svona aðalega verið sú skoðun að hann er eftirlæti allra, þannig að það skipti öllu máli. Ég í rauninni var bara mjög afslappaður og mjög svona rólegur yfir þessu. Og svona í rauninni þótti þetta bara mjög skondið. Það er mjög óvenjulegt að svona atvik komi upp í fimleikum. Já, þetta held ég sé bara nokkuð einn einsdæmi. Þetta þekkist ekki. Og við minnum aftur á Ólympíukvöldið sem að verður hér þegar að Ásdís Auðunsdóttir er búin að segja okkur fréttir af veðrinu. Næstu fréttir Ríkisútvarpsins eru á miðnætti í útvarpinu að venju og við hér séu annað kvöld allt samkvæmt venju. Þessu er lokið núna, verið sæl.